Á menningardögum á Raufarhöfn opnaði myndlistarmaðurinn Finnbogi Gunnlaugsson sýningu sína Raufarhöfn í Reka. Við litum við hjá Finnboga þar sem hann var að gera allt klárt fyrir opnun sýningarinnar. Verk Finnboga eru flest úr rekaviði og hann segir að list sín endurspegli náttúru Melrakkasléttu og fólkið sem þar býr. Fólkið hér öðruvísi það fólk sem ég hef kynnst í Reykjavík. Hér fólkið mjög, það sem sagt, það vill vita hver þú ert og það vill vita að þú getur gert þessu samfélagi gagn en ekki ógagn. Og þegar það búið að komast að því að það gæti verið að það vill allt fyrir að gera. Ofsalega elskulegt, hjálplegt og það hefur svo skemmtilegan orðaforða sem byggist á velvild og elskulegheitum og það blótar þeir ekki. Nei, það kostur. Það segir ekki eitthvað sem að mann þykir miður. Það er bara yndislegt og ég held að sé vegna þess að þessi sem sagt litlu staðir þar sem að samfélagið mjög lítið en hér hefur fólk allt til alls en það sýnir hvort öðru meiri virðingu heldur en orðið í fjölmenninu. Þetta frábær staður til þess að geta stundað þá myndlist sem ég að búa til úr tré. Vegna þess að efniviðurinn ég get sótt hann bara ég get labbað eftir honum eða farið á bíl og sótt hann í fjörurnar. En það svo dásamlegt að geta gert það og sett hann sem sagt upp á borð og byrjaði að slípa hann og sjá í honum karakterinn sem hann hefur. Vegna þess að þetta ekki venjulega spýtur. Það voru einhvern tíma venjulega spýtur fyrir 7-8 árum síðan. Það var rekið heimsisög og enda síðan hér. Og sumt harfiður, það alls konar tegundir og þegar að þetta búið að velkjast í sjónum, síðan upp í fjöru, þar sem það hefur þornað, blotnað aftur og þornað, þá verður heilmikil karakter til í efniviðnum sem þú ert að nota sem listamaður. Ef við að ræða við eins og rekaviðinn sem hefur svo ofsalega marga fallega liti bara í eðli sínu. Í eðli sínu, náttúrunnar hendi og þeir koma svo sterkt fram. Þegar maður tekur hann upp úr fjörunni þá hann bara grár og miklaður. En þegar maður búinn að pússa hann til og bera á hann olíu, þó það sé ekki annað en matarolíu, stundum á ég bara ekki annað en matarolíu, að þá koma litirnir allir í ljós. Og það svo fallegt vegna þess að náttúran hjálpaði mér að búa þessi verk til. En hvaðan kemur Finnbogi upphaflega og hvernig varð hann myndlistarmaður? Og ég fæddur og upphafinn í Reykjavík og bjóð þar nánast alla mína ævi. En ég hætti við að vinna við það sem ég hafði unnið við í meira en 40 ár. Til þess að geta endað sem myndlistarmaður. Var það eitthvað sem þú varst búinn að sjá fyrir þér lengi að þig langaði? Ég hef búinn að sjá fyrir mér alla ævi. Ég vildi skilja eitthvað eftir mig. Þetta það sem að þig langaði til þess að gera? Já. Og ég að því. Já. Og ég hér vegna þess að verður engin ríkur af þessu. Og ég varð mjög fljótt peningalaus. Og frændi minn, Þórar Nívarsson, sem rekur hér myndarlega ferðarþjónustu,
með ungu fólki sem dásamlegt að umgangast, hefur sem sagt hjálpað mér að geta stundað myndlist eingöngu. En það sem skiptir mig líka ofsalega miklu máli að sem sagt, fólk vilji eiga það sem ég að búa til, hengja það upp á veggi á heimilum sínum. Það ofsalega mikils virði. Mér ekki gríðarlega væntu þar. Það gaf mér svo mikið sem sagt, öryggi gagnvart því að ég gæti sem sagt, verið hér áfram og þá eingöngu sem myndlistarmaður. Sem að þýðir það að ég get búið til verki mín hér en selt þau hvar sem Já. Þannig að framvegis ert þú bara myndlistarmaður á Raufarhöfn. Nákvæmlega. Og vinnur hér í þinni list. Já, og hef hér heimilisfang á Aðalbraut 24, 675 Raufarhöfn. Frábært. Og það ætla ég hafa bara held ég til að við loka. Hljóma vel. Til hamingju með sýninguna. Takk kærlega fyrir mig.